Margir hafa heyrt talað djúp kviðaröndun en ekkert almennilega spáð í því skilurðu hvað verið að tala þegar við erum að anda svona djúpt ofan í kviðinn. Ég get komið með nokkur dæmi af því að þegar þú ert að anda ofan í kviðinn þá ert að notast við þindina sjálfa. Þindin er svolítið svona eins og fallhlífarvöðvi og þjónar alveg óhemju mikið af mismunandi tilgangi til að hjálpa við starfseminni á líkamanum, meira heldur en maður gerir sér grein fyrir. Til að nefna nokkuð dæmi, þú ert með vakustaug. Vakustaugin er ein svona aðal slökunartaugin í líkamanum, hún gengur í gegnum þindina. Þú ert með stæðstu slagæðina, þú ert með stæðstu bláæðina, þú ert með vélindað. Þetta er allt að fara í gegnum þindina. Ekki nóg með það að þetta sem sagt hjálpar til við að örva og bæta blóðflæði og súrefnisupptöku, heldur er þetta þrýstingsbreyti líka. Af því að þegar þú andar inn eða djúpt ofan í kviðinn er þindin að fara niður og þá er þrýstingurinn í kviðarhólinu að aukast. Þegar þrýstingurinn eykst hérna, þá er meiri hreyfanleiki á líffærunum öllum sjálfum og þá slaknar á hlutunum hérna. Þannig að margir kannski kannast við það að þeir eru endalaust með vöðvabólgur, höfuðverki eða eitthvað af því tagi. En svo skoðar maður hvernig er þindarvirknin, þá er anda bara upp í bringu og þá er það að notast bara svolítið við aðstoðarvöðvana sem að hjálpa til við öndun og það er eins og bringu, axli eða bakvöðvar. Ef þú kannast eitthvað við þetta eða vilt vita meira, þá mæli ég mig og kíkir inn á Osteo Nordic, fræðið aðeins þar og svo getur þú líka bara bókað tíma og við getum talað nánar um þetta.